Og þarna sáum við mynd þar sem var að tala að væri hlýtt en blautt á landinu og við sáum síðan að það var bara blautt á Suðurlandi, það var bara sólskin allt land á öðru leyti. Og þá spyr maður, er þetta svona? Eru fjölmiðlar svona höfuðborgarmiðaðir og þeir tali bara landið eins og hlutirnir líta út hjá sér? Eða er þetta kannski bara viðkvæmni? Við gátum grafið upp eina svona frétt og erum síðan bara að væla yfir henni. Ég held nú reyndar að það sé svolítið til í þessu. Ég held að raun allir miðlar sem að hafa aðsetur í höfuðborginni, þeir séu svolítið mikið fastir þar. Og ég til dæmis kem frá Vesturlandi og ég vil nú að segja fyrir mína parta að ef við hefðum ekki okkar héraðsfréttablað, sem Skessuhorn, svo ég auglýsi það nú hér, að þá myndum við ekkert vita hvað í gangi til dæmis í okkar landsfjórðungi. Við virðist ekki hafa vera nógu áhugaverð eða skemmtileg til þess að stóru miðlarnir komi og beri okkur fréttir eða af okkar gjörðum, sko. Út af þessu eru landsbyggðarmiðlarnir einmitt svona mikilvægir. Þeir eru að taka á þessum litlu málum sem að stóru miðlarnir hafa engan áhuga á. Og er það þannig? Hafa þeir engan áhuga á þessu? Það fær kannski einhverja litla móla og svo, já. Vandinn er náttúrulega eins og ég sé þetta, í tengslum við þessa frétt sem hún nefnir með veðrið, þessa slagsíðu að það er dreift yfir allt landið upplýsingum veðrið á einum stað og alhæft svo veðrið á öllu Íslandi. Vandinn er sá að við erum bara með eina borg, við erum með bara eitt stórt samfélag sem er Reykjavík. Hún er alltaf viðmiðið. Og svo erum við með allar þessar landsbyggðir út allt, misstórar og með mismikinn kraft. En það skiptir ekki öllu máli hvort við erum að ræða fjölmiðlun eða eitthvað annað, að sko stóra viðmiðið í öllu af því að við erum svo ólánsöm að vera bara með eina borg. Það verður alltaf Reykjavík og þeir straumar og svo dýnamík sem að það gerjast. Gætum við þá ekki þótt við vildum, gætum við ekki hort bara svona kalt á allt landið? Það fer bara alltaf í þetta far, hérna eru 2/3 af landinu sem er höfuðborgarsvæðið, að það fer bara í það fara að þú hugsar, já það er aðalega þessi hlustendur sem ég er að skrifa fyrir. Það er rosalega erfitt, sko, það er ekki langt síðan ég var í Kaupmannahöfn og þar voru kollega mínir í umhverfismálunum, ég starfa hjá Umhverfisstofnun sem sagt. Þar voru þeir að ræða flutning 200 starfa frá Kaupmannahöfn innan dönsku umhverfisstofnunar út á land. Og þetta er bara tilkynnt og þetta er framkvæmt. Og það er bara svo tekin hefur ákvörðun þetta. Eigum við eitthvað að bera þetta saman við flutning og opinbera starfa frá Reykjavík út á land? Eigum við að ræða fiskistofumálið eða hvað eigum við að gera? Eða eigum við að ræða fréttaflutning af hugmyndum? Þegar er verið að reyna að flytja störf frá höfuðborgarsvæðinu út á land. Af hverju er munurinn á Danmörku og Íslandi sá að það verður ekki allt brjálað þar. Þeir bara fara í lestina sína og ferðast þessa nokkur 100 kílómetra í vinnunum og aftur tilbaka. Starfsmennirnir, af því að þeim er sagt að gera það. Jú, vegna þess að þú ert með margar borgir, þú ert með marga stóra byggðakjarna og þar með ertu með mörg viðmið, þótt Kaupmannahöfn sé náttúrulega stærsta borgin. Og það er þetta ójafnvægi hér sem að gerir öllu svolítið erfitt fyrir. En þess vegna er þessi stöð einmitt svo mikilvæg. Gerð héðan út frá Akureyri, gerir þessu svæði mikil skil og svæðin í kring. Og líka bara, svo þegar stóru miðlarnir kannski RÚV er að tala landsbyggðarfólk eins og í Landanum, þá erum við kannski ekki endilega sýnd eins og við viljum vera sýnd. Það er svona kannski leitað að skrýtna landsbyggðarfólkinu. En þá er þess vegna litlu miðlarnir og N4 að sýna okkur eins og við erum. Það er líka ákveðin punktur. Ég veit ekki hvort ég er alveg sammála þessu, sko, að þurfi þennan svelg sem er Reykjavík til þess að
eða sem sagt að það sé málið, að sé þarna einn stór svelgur sem er Reykjavík og þess vegna eigi og sé eðlilegt að öll miðlun sé þaðan. Mér finnst bara svo óbúslega eðlilegt að þú vinnur hjá einhverjum miðli og þó að allt upp í 2/3 kaupenda séu í svelgnum, að þá er samt sem áður sko 9/10 af landinu byggt öðru fólki og þar eru ótrúlega skemmtilega hlutir líka að gerast ef þú nennir að leggja það eftir því. Kannski það vandamáli líka að það þarf bara að hafa meira fyrir því að þú þarft að koma þér upp tengslaneti út um all land og stafir og hringir bara í Sigga einhvern kunningjaðinn í bænum og hefur ekki heyrt eitthvað og drullu. En veist, ég veit það ekki. Ég held samt að þetta sé kannski ekki síst áhugaleysi. En sko þessi áhugi, hvernig liggur hann eiginlega? Nú er náttúrulega verið að ræða í fjölmiðlum alls konar mál. Það er verið að ræða bara stríðið í Sýrlandi og alþjóðamál, jafnréttismál og eitthvað slíkt. En sko fjölmiðlun sem er stjórnað frá höfuðborgarsvæðinu, er hún svolítið í því, ég ætla bara að varpa því svona til ykkar, er hún svona í því að þetta eigi bara að vera svona mál sem eru rædd á höfuðborgarsvæðinu, svo ef þú fer að tala eitthvað við fólk annars staðar á landinu, þá ertu kannski mitt eins og þú varst að segja, sko, kannski komin í svona Gísla Uppsölum syndrómi svolítið, þú bara reynir að finna eitthvað skrítið fólk og tala kannski eitthvað góðan kökubassar eða eitthvað slíkt, en það er ekkert verið að tala svona alvöru mál hérna á heimsvísu. Sko ég hef unnið bæði á ritstjórnum fjölmiðla í Reykjavík og út á landi og ég hef ágættan samanburð því ég hef unnið á útstöðum og ég hef unnið í hjarta upplýsingarna. Það er ekki beint þannig að sko Reykjavíkingar hafi ekki áhuga á því sem er að gerast út á landi. En við erum samt sko, við höfum áhuga á völdum, við höfum áhuga á stjórnartengdum ákvörðunum sem hafa áhrif á líf okkar sjálfra og þegar liggur fyrir að langflestar opinberar stofnanir og nánast öll völd Íslands eru á Reykjavíkursvæðinu, þá verður slagkraftur fréttað þar og þeirra sem eru í upptökusvæði þess að hann verður miklu meiri heldur en að sko heldur en birtist út á landi og eitt dæmi sem hefur verið nefnt er til dæmis að Hafnarfjörður og Mosfellsbær að þeir sko gjaldi í rauninni fyrir það sama og stundum er vælt Út á landi. Já, stundum við út á landi erum að væla yfir að þetta sé í raun upplýsinga afskekktar byggðir. Að þær fá ekkit oftar inn í fréttatímanum heldur en sko Já, þessi svæði sé að kvarti því hvað þessi lítið að frétta. Já, það er bara mjög erfitt fyrir þau líka að brjóta ísinn. En mér finnst líka alveg eðlilega, sko, það má heldur ekkert gleyma því að við sem búum annars staðar inn í Reykjavík, við viljum gjarna lesa Alþingi þó þessi staðsett þarna og við viljum líka lesa hvað ríkisstjórnin er að gera og allt það, þannig að mér finnst það bara mjög eðlilega. Algjörlega. Og hvað á að gera við Landspítalann og hvort að flugvöllurinn eigi að fara og vera og eitthvað svona skemmtilegt, sko. En svo viljum við bara líka fá einhverja fréttir frá okkur. Já, og ekki bara alhæfa yfir allt. Svona er veðri á landinu en það er bara allt öðruvísi í okkur. Og ég veit akkurat að því við tölum veðrið að því að Trausti Jónsson veðurfræðingur er nú borgnesingur eins og ég að uppruna og einhvern tímann spurði hann að því hvort það væri rétt að Ísland væri erfiðasta spásvæði í heimi af því að við þekkjum það örugglega öll að við keyrum fyrir eitthvað horn á veginum og það er komið glampandi sól og maður var að koma í einhverjum leiðinda hrotu fyrir aftan sig. Trausti náttúrulega svo varkár maður að hann vildi ekki viðurkenna að svo væri, sko. En maður veltir því oft fyrir sér. Þetta er bara ekki þetta alhæfa svona Ísland. Hvort sem það er veður, menning, mannlíf. Þetta er fjölbreytilegt land og ég myndi telja hvernig það fjölmiðil ríkari sem að legðir sig eftir því að spegla svolítið mannlífi. Já. Það er spurningi sko, speglar það þannig sko að það sé verið að draga upp mynd sem er ekki alveg rétt sko, heldur svona þetta sé svona skemmtiefni fyrir miðjuna. Krúttlegt. Eða það er náttúrulega engin speglun, það er afbökun. Ég meina mörg börn héldu á tímabili þegar þeir voru þarna Eyjólfur og Magnús sem að þeir gerðu ógleymanlega Latti og Karl Ágúst Úlfsson
að börn í Reykjavík héldu að svona væri bændur á Íslandi og þau kom í sveitir að þá voru þau með martröð í marga daga áður þau mættu að þeir héldu þau fengu sko bíla og þetta eitthvað dæmi sko. Þetta náttúrulega ekki speglun, þetta afbökun. Og svo náttúrulega fleiri blæbrigði frétta eftir því sko hvort við horfum á svæði þar sem fólk flest eða þar sem fólk dreift. Þannig rými fyrir harðar fréttir, ágengar fréttir, rannsóknarblaðamennsku, beitt efnistök á höfuðborgarsvæðinu sem síður rými fyrir í minni byggðum út á landi vegna hins svokallaða nálægðarvanda. Að sá sem ætla sér að skrifa gagnrýna frétt sem mun skapa usla í byggðarlaginu, hann getur vel lent í því daginn eftir að sko nágranninn og besti vinur hans, hann býður honum ekki góðan daginn eftir að fréttin birt sko. Og bara út af einhverjum upplýsingum sem ekki vel séð að hafa verið birtar. Og þetta hefur líka áhrif. Einsleitni fjölmiðlunar eru auðvitað meiri út á landi, meðal annars út af þessum nálægðarvanda. Þú ert alltaf að fara og hitta mannskjum sem fjallað í bónusdaginn eftir. Akkurat, þannig að spurn eftir áhugaverðum fréttum af því að beittar fréttir, harðar fréttir, hneykslismál og allt þetta, spillingarmál og það sem að veitir fjölmiðlum mikið aðhald, þetta eru vinsælustu fréttirnar ásamt einhverju svona tilfinninga slúðri sko. Og þegar þetta vantar í púlíuna, bara vegna þess að stærð svæðana eða menning íbúanna, hún leyfir ekki þetta, þá stendur þetta líka svona landsbyggðunum svolítið fyrir þrifum að senda skilaboð. Verðum við þá ekki bara að vera duglegir að reyna að koma okkur í samband við ritstjórnir og segja að ég er hérna með dæmi þó ég væri, segja að ég væri að vinna einhverju blaði. Ég myndi ekki geta skrifað Sigga í næsta húsi af því það Siggi í næsta húsi og ég bý í pínlitlu bæ. Því þá ekki bara vera duglegir að senda þetta á stærri miðlum og þeir tekja þetta upp? Einmitt, ég var að vinna lengi á Djefa en bjó hérna fyrir norðan en ég tók ekki mál að skrifa Djefa fréttir Akureyringa. Það var bara ekki þannig, ég bara, maður þarf ansi breitt bak til að gera þannig. Og var bara í viðtölum og mann getur alltaf bara nota síma. Þetta bara, nálægðin svo mikil. Það erfitt. Og þannig það bara komin inn í það og það gott að hafa svona miðlegan stóran miðl sem einhvers staðar annars staðar staðsettur heldur en í litla samfélaginu til þess að geta fjallað viðkvæm málefni í þessu litla samfélagi. Já, það hefur alltaf verið styrkur sko. Lókalmiðlinn hann bara getur það ekki því að Jú, þeir geta það alveg. Sumir eru með breitt bak og gera það. Þeir hafa alveg gert það. Já, hvað hafa margir ennst í því? Það var nú 4 ár. Já, 4 ár. Sem langur tími. En sko, Ísland náttúrulega svo sem eiginlega allt svona nábýli. Já, það það. Og það auðvitað fínt að hafa miðlan í Reykjavík. Þeir mega bara ekki gleyma því að Ísland meira en þessi pínlítli hringur sko. Eins og hann var að segja á það með Hafnarfjörð og Garðabæ. Já. Þú veist. Og þótt að sé miklu fleiri sem búa á höfuðborgarsvæðinu þá verðum við líka að muna að þetta náttúrulega pínlítið svona það líka. Það líka mikið sko kunningjasamfélag og menn að stíga tærnar á hvorum öðrum og svona þannig. En svo líka hægt að vera með gagnrýnar fréttir og ég ekki að segja að þú hefur ekki gert það og bara finna einhvern veginn rétta leiðina að sannleikanum. Þetta alltaf spurning framsetningu. Já, akkurat. Þannig að þú getur skrifað gagnrýnar fréttir og vera aðgangsharður án þess að fá allt samfélag upp á móti þér. Það er svona stíl, svona lægni. Það hefur stundum verið sagt nefnilega að það skiptir meira máli hvernig þú segir heldur hvað þú segir. En munurinn á því að skrifa, að vera með alvöru afhjúpun á stóri ritstjórn í Reykjavík og fá mikinn stuðning frá bæði samstarfsfélögum og umhverfinu að minnst kosta hluta, munurinn á því að vera með jafn góða vinnu á einhverju litlu stað út á landi, viðbrögðin eru allt önnur. Og þannig að það ekki hvati fyrir blaðamenn út á landi. Fyrir utan að vera einn á ritstjórn á litlu blað út á landi, þú hefur engan tíma til að grafa onni ef þú ætlar bara þá komum við líka bara beint að peninga þætti fjölmiðlunar á Íslandi. Þá ættu kannski að tala fjölmiðlinn sem fær kannski mesta pening og það Ríkisútvarpið. Landsmenn greiða rúmlega 4 milljarða í útvarpsgjald til Ríkisútvarpsins til að halda uppi fréttaflutningi, menningardagskrá og umræðum samfélagsleg málefni. Þar greiða íbúar landsbyggðanna samanlagt 1,4 milljarða til að efla fjölmiðlun á landinu með þessum hætti.
en höfuðborgarsvæði greiðir 2,6 milljarða. Já, þarna sjáum við að Ríkisútvarpið að fá svona 4 milljarða á ári til þess að sinna sinni starfsemi og það fær þetta fé með gjaldi sem lagt bara á alla landsmenn yfir vissum aldri og við getum þá sagt að það eru 1,4 milljarðar sem að koma frá þeim sem fyrir utan höfuðborgarsvæðið og það eru 2,6 milljarðar sem að koma frá þeim sem á höfuðborgarsvæðinu og maður getur bara spurt sig á þetta að vera svona eigum við að vera með Ríkisútvarp ættum við að nota þessa peninga einhvern veginn öðruvísi til að efla fjölmiðla eða hvað? Þetta er ótrúlega áhugaverð tölfræði að stilla upp hvað stór hluti, ég held að komi okkur kannski flestum á óvart þegar við horfum til dagskrárinnar á RÚV hvaða koma miklir peningar frá okkur sem erum utan höfuðborgarsvæðisins og krafa okkar að fá þjónustu í samræmi við það hún fellur flöt, við vitum það að við erum ekki fá allt fyrir peningana sem við erum að leggja fram. Ég held að Hvað viljum við fá? Þú segir sko að fá þjónustu, hvað viljum við fá fyrir þessa peninga? Ég var að ræða til dæmis úlfúðuna sem hér skapaðist eða svæðisútvarpin voru lögð niður. Þar var forræði upplýsinga í héraði. Þar höfðu þeir sem störfuðu hér, ég var sjálfur að vinna hjá RÚVAK í mörg ár, okkar hluti, þar var okkar rými, þar gátum við sett þær fréttir á dagskrá sem ekki náði í gegnum nálaraugað á höfuðborgarsvæðinu. Það bjóð til einhverja samkennd og einhvern konsensus í upptökusvæði hlustenda í kring að við gátum þá fyrir almannafé sem fólk var búið að borga fyrir, við vorum með okkar eigin vettvang. Við vorum með ykkar eigin ritstjórnarvald og okkar eigin ritstjórnarvald. Og þetta svona eitt dæmi vafasama ákvörðun að mínum mati að leggja niður svæðisútvarpin. Já, ég hef oft öfundað þá sem höfðu svæðisútvarp. Nú kem ég af Vesturlandi og sannarlega eru við með frábæran aðila sem býr þar en að sinna öðrum hlutverkum. Það var Stjarnalagsins? Já. Gísli Skessa. En við höfum ekkert haft svæðisútvarp per se á Vesturlandi og síðan var auglýst fyrir 2 eða 3 árum eftir dagskrárgerðarmanni sem ætti að hafa aðsetur á Vesturlandi eða Vestfjörðum. Og mér fannst þetta mjög áhugavert vegna þess að hvernig í ósköpunum á sá sem býr á Vestfjörðum ef hann vill sinna því svæði vel, hvernig á hann að geta sinnt Vesturlandi eitthvað? Já, hann átti að sinna báðum svæðum og skrifa fréttir báðum. Akkurat, og ég meina, sá sem var ráðinn þar bara að gera góða hluti á sínu svæði, það að segja Vestur- og Fjörðum. En það breytir ekki því að Vesturland jafn afskekt og það var, eða afskipt. Og okkur finnst þetta bara alveg óþolandi og eins og ég nefndi áðan með skessuhornið, við bara værum algjörlega fréttalaus finnst okkur. Við upplifum það þannig að við værum fréttalaus ef við hefðum það ekki okkar staðamiðil. Og ég reyndar rosalega mikill RÚV aðdáandi en ég líka velti fyrir mér eins og þessar tölur, 1,4 milljarðar utan á landi. Nú vitum við að inn í almannavarnakerfi landsins RÚV. Og ég geri þær kröfur að sú stöð heyrist á allstaðar á landinu. Vegna þess að útsendingarkerfi sé í lagi. Já, vegna þess einfaldlega ef eitthvað gerist á einhvers staðar að þá á Broddi Broddason eða einhver annar að koma inn og segir Útvarp Reykjavík, það hafið eldgos í einhvers staðar. Það á mörgum stöðum sem að það næst ekki? Já, sko ég keyri mikið Borgarfjörður Akureyri og það bara á heiðunum útsending RÚV afar döpur ef einhver. Og ég var til dæmis að þvælast í fyrra yfir Öxnadalsheiði og eða var komin að heiðinu og þá stoppar mig vegagerðarmaður og segir já þú skalt ekkert fara lengra góða mín, hér allt lokað og þú sérð ekki neitt. Og varst ekki að hlusta á útvarpið? Jú, sagði ég, það var kveikt á því en það heyrðist bara þú veist. Mér finnst þetta bara eðlileg krafa þegar ég borga í þessa stofnun. Hún samkvæmt lögum skilgreind inn í almannavarnakerfi landsins. Þá vil ég að það sé í lagi. Við verðum líka að geta borið saman aðstöðumun Ríkisútvarpsins og allra annarra fjölmiðla á Íslandi. Við verðum að geta gert þá kröfu
að fólki út á landi sé sinnt vel, að það séu skrifaðar sjálfstæðar fréttir sem draga ekki dám eða eru ekki bjagaðar af einhvers konar hagsmuna ágreiningi. Við verðum að hérna geta trúa því að fréttastofa Ríkisútvarpsins sé svo sterk að markaðslögmál hafi ekkert skipti engu máli. Við verðum að sko fá það út úr starfsfólki Ríkisútvarpsins, stefnu og stjórn, að fólki sem vinnur á RÚV, það býr við atvinnuöryggi, það býr við sem sagt styrk, ritstjórninnar búa, þetta svo fjölmennastöðvar, að hver fær styrk af öðrum. Þau eru ekki háð auglýsinga hagsmunum, þóttu fái mikinn pening, þá trúum við því allavega fréttamennskan, eldveikirnir séu í lagi á milli auglýsinga og fréttamennsku. Og það öll þessi sérstæða RÚV miðað við að stofnunin fær 6 milljarða á ári þegar þú leggur saman auglýsingatekjur og aðrar tekjur, það ekki? Þannig ríkisins, já. Já, við verðum að geta gert á kröfu við sem búum hér á Akureyri og öll sem að búum utan höfuðborgarsvæðisins, að við fáum eitthvað meira frá Ríkisútvarpinu heldur en nokkur annar fjölmiðill, einkareikinn í okkar nágrenni geti veitt okkur. Ég algjörlega í hjartalega. En ef við bara umbyltum þessu, sko, af hverju erum við með RÚV? Og ég spyr bara, ef ég bara umbylti þessu, RÚV væri bara Rás 1, svona menningarhlutverk, RÚV væri bara að halda út í fréttastofu sem, ég ætla að setja, sem ekkert endilega alls sjálfgefið, en ok, við getum sagt sem svo að það getur verið tóti heppilegt eða gott eða eðlilegt að það sé fréttastofa sem óháð öðrum, það ekki þá, hún þarf ekki að vera eins og hjá öðrum fjölmiðlum sem eru nú margir svona berjast í bökkum og fá fé sitt frá stórfyrirtækjum eða hagsmunaaðilum með einhverju slíku, að það væri fréttastofa, það væri menningarhlutverk, það væri Rás 1, það væri svona hlutverk í að geyma gamlar upptökur og svona varðveislu hlutverk á menningunni. Og þetta væri kannski einhverjir, 2 milljarðar. Tökum bara hina 2 milljarðana og bara gerum eitthvað annað við þá. Bara dreifum þeim til landsbyggðarfjölmiðla eða ekki bara landsbyggðarfjölmiðla, heldur bara landshlutafjölmiðla ætlaði að segja mér. Bara mjög spennandi hugmynd og Eigum við bara að hafa RÚV eins og eigum við bara að hætta með það eins og og gera eitthvað allt annað. Hvað segir þú Indíana? Þú ert alltaf búin að vera hjá einkareknum fjölmiðlum, eða ekki? Jú, ég ert þá bara leggja niður Rás 2, leggja niður sjónvarpið. Það er spurning. Já, en þú veist, RÚV maður getur spurt með sjónvarpið til dæmis sem að senda út alls konar afþreyingar þætti og svona. Og menningu. Og þættirnir eru bara konir á Netflix og eitthvað svona. Þarf eitthvað RÚV að vera í þessu líka? Já, það verður að vera í þessu. Þetta batteri er það sem að tryggir menningun okkar og þetta er svo ótrúlega mikilvægt og þetta er svo tilfinninga einhvern veginn hjá okkur mörgum. Eins og þú veist að segja, þér þykir vænt RÚV. En auðvitað þarf þetta líkan eins og í dag, það þarf ekki að vera rétt og það þarf að vera endurskoðað reglulega. Og ég meina miðað við hvað við erum að borga mikið á landsbyggðinni, þá verðum við að geta gert kröfu það að það heyrist náttúrulega alls staðar og að svæði stöðvarnar séu styrktar. Þannig að við höfum allavega stærri rödd og helst bara jafn háa rödd. Og ég nefnilega líka svo hrædd við að því að ef þetta verður þó að ýmislegt megi gagnrýna hjá RÚV. Það samt svo hræddum ef að lögmál markaðarins ráða alfarið að þær landsbyggðir sem að útsendingamöguleikar eru verri, að þær hafi þá bara ekkert. En þá víða vandamál til dæmis bara með netið, af því þú nefndir Netflix. Þú veist, þetta fólk þá sér það bara ekki neitt. Í Borgarfirði til dæmis, sem nú ekki staður sem að fólk vil skilgreina sem torrleiði eða erfitt að komast. Þær eru samt landfræðilegar aðstæður þannig að fólk á sumum bæjum í Borgarfirði meiri sé bara alveg réttið þjóðveg 1. Það nær varla ríkissjónvarpinu. Það er náttúrulega líðandi. Þetta er ólíðandi 2018. Ég held að það sé mjög gott að þáttastjórnandi, ef það má kalla þið það í þessu samhengi, að þú bara kaffihúsi. Eða kaffihúsa alveg á kaffihúsinu. Mér finnst bara fínt að þú veltir upp svona spurningu. Mér finnst alltaf
aðeins ógnvænlegra þegar til dæmis formenn stjórnmálaflokka sem í nöp við fréttaflutning Ríkisútvarpsins þegar þeir koma með ef ekki bara leggja þetta niður, ef ekki taka þetta, skera þetta af því og svona, þá hringja viðvörunarbjöllur og það kannski vandið þessar umræðu að sko að við erum annarkvort bara viljum hafa Ríkisútvarpið eins og það þótt við séum mörg hver hund óanað með þjónustuna af því að við erum svo hrædd að það verði einhvern veginn af því að það heyrast svo mikla raddir úr ákveðnum áttum það að það væri best að þagga niður í því til þess að auka í rauninni völd tiltekinna afla í samfélagi. Já, ég nefnilega akkurat þetta að hugsa hvort það væri ekki hægt að auka völd, sko, þú fær meira starfsöryggi, þú ert, getur frjálsari að gagnrýna í þínu samfélagi, svona ef að þú ert með úr einhverjum sjóði, sko, sem bara alveg stór og þinn landshluta fjölmiðill, hann bara fær, meðan hann starfar og stendur sig, hann fær bara einhverja fjárhæð á hverju ári og þú þarft ekki að vera hrædd við það að þótt þú móðgir eitthvað en þá bara þurfur að loka fjölmiðlum. Nei, mér finnst það mjög spennandi. Sko, og það, ég meina, það ekkert sem að mennirnir gera, það ekkert eilíft og það ekkert heldur óbreytanlegt. Þú veist, RÚV núna í ákveðnum kassa. Magnús Geir hefur verið að reyna að breyta einhverju og hefur gengið allavega. En það breytir samt ekki því að við þurfum ekkert að hafa eitthvað kerfi sem að virkar forever. Nei. Og kannski bara núverandi kerfi ekkert rosalega gott og við eigum ekkert að vera smeyk við það að breyta kerfinu hjá RÚV. En ég tek að fram, ég vil ekki loka því, alls ekki. Og það mjög eðlilegt að við sem neytendur og eigendur bara spjöllum þetta og pælum og það allt, já. Maður líka yrði bjartsýnni, sko, saman bara upphaf umræðinnar að sko maður yrði bjartsýnni ef svo mannfjöldaþróun yrði að völd og áhrif okkar sem að búum utan höfuðborgarsvæðisins myndu aukast með fjölmennari byggðum og með meiri vexti heldur en verið hefur. Ég held að það skipti bara mjög miklu máli að við komumst á þann stað í byggðamálunum að það til hellingur af fólki sem að fúsum og frjálsum vilja ákveður að búa utan höfuðborgarsvæðisins. Það lítur ekki á það sem sveitalegt eða eitthvað svona hraklegt eða eitthvað til að skamma sig fyrir. Það bara velur sjálft búsetu utan höfuðborgarsvæðisins og auðvitað þá hluti á okkar lífsgæðum að við fáum fjölmiðlun í samræmi við það sem að best gæti orðið. Ég held líka sko, að ef að fjölmiðlun í dreifbýlinu eða á landsbyggðunum, ef hún myndi lagast og styrkjast, þá myndi fullt af fólki sem heldur ennþá að við búum við gúmmítútur og sveifina á símanum, það myndi hugsa, vá, þetta bara kostur sem ég vil skoða. En akkur heldur fólk þetta? Er það fjölmiðlunum að kenna? Eða hvað? Að sjálfsögðu. Ekki allt vont sem hefur verið dreginu. Vantar upplýsingarnar. Það eru örugglega sko bæði einstaklingum og samfélagið að einhverju leyti að kenna, en sko fyrst og fremst þá þetta vandamál. Hvað fólk blandast í ólíkum hlutföllum á þessu landi. Ég segja sama sko, mér finnst bara vantar fleiri borgir. Það bara vantar fleiri borgir. Og mér finnst það bara svona hagsmunir alls Íslands að það séu fleiri borgir í Íslandi. Svo bara þetta svæði þá.